Heyrðu, heyrðu, góða kvöldið öll sömul. Þá ætti útsendingin hjá okkur loksins vera komin í gang. Við bara ásökum það að við erum hálftíma of sein í okkar eigi partí, en svona geta nú hlutinni bara æxlast. Hjá mér í kvöld er Íris Erlingsdóttir, fjölmiðlafræðingur. Hún er stödd á Íslandi núna, búsett í Bandaríkjunum. Velkomin, Íris. Þú ert búin að vera pínu, já, hvað var að segja, ábyrrandi í þessari umræðu allri er varðar transferli barna og já, bara fullorðinna ef út í það er farið. Um, þannig að ég hringdi í því í dag, tók maður bessaleyf og truflaði hérna á Íslandi og því að ég er búinn að vera sjálfur í miklum pælingum núna undanfarið vegna þess að eins og þú veist, þá eru 13 mánuðir að ég held bara í dag síðan að W-Path skjölin voru afhjúpuð af Mia Hughes og Mikael Schellenberger og fleiri aktivistum víðsvegar að úr heiminum og meðal annars mér. Um, og í tilefni af því þá er svona ýmissir þankar sem ég hef haft undanfarna vikur sem ég er svona búinn að reyna að finna einhvern veginn út úr í hvaða farveg ég á að koma þeim upplýsingum. Um, Svona ef þú bara byrjar aðeins að segja okkur öllum hvernig þú kemur inn í þetta og svo getum við kannski farið inn í þetta með W-Path. Þú ert búinn að vera áberandi undanfarið með greinar í Morgunblaðinu og þú hefur skrifað bæði fyrir Fréttina og Þjóðólf og fleiri. Um, en værirðu til að kynna það aðeins fyrir þeim sem kannski ekki vita hver þú ert? Og já, já, þú fraust. Íris, jæja, Íris datt hérna aðeins út. Skulum sjá hvort hún komist inn aftur. Annars verð ég að bara halda áfram sóló. En það er svona pínleiðilegt vegna þess að ég var að vonast eftir að þetta geti farið í svona samtalsform. Þannig að við skulum sjá hvort að hún Íris komi aftur. En sko, mér langaði aðeins að segja fólki frá W-Path og sögunni, hvernig þetta allt með transferli barna og transferli fullorðinna byrjar. Sko, börn og ungmenni, þau eru innrætt með transhugmyndafræðinni alveg frá blautu barnsbeini núna, allt niður í leikskóla og upp að efri stigum. Þau sjá þetta og þetta er haldið að þeim bæði í sjónvarpsþáttum, í skólum, í félagsmiðstöðvum, samfélagsmiðlum og jafnvel sko börn og ungmenni sem eru að glíma við, já, skulum segja sjálfsmyndar vanda á einhvers konar hátt, hvort sem það er
hvort þeim finnst að vera feit eða hvort þeim finnst eitthvað við líkamann vera ljótt eða eitthvað og þá kannski setja þau inn í Google akkur hata ég útlitið mitt eða hvers vegna líður mér illa með líkamann minn og þá koma oftar en ekki leita niðurstöður Google með svona beinaði með þá átt að þá gætu þau hugsanlega verið trans og þetta dálítið alvarlegt og við förum kannski inn í það síðar hvaða áhrif þetta hefur haft til dæmis á önnur samfélagslega samfélagssmitandi hvað maður segja, geðsjúkdóma eins og til dæmis anorexíu, lystastól, búlimíu og fleira. Íris ekki komin hingað aftur. Þetta eitthvað að ganga voðalega erfitt, en málið það maður verður kannski að lenda í þessum vandræðum til þess að læra á þetta almennilega vegna þess að maður lærir nú að mistökunum, þannig að það er víst aldrei hægt að æfa neitt svona beint og já, þannig að við skulum sjá bara hvað gerist. Ég sé ekki leginn skilaboð frá henni Írisi. Ég ætla að sjá hvort ég get sent henni hérna bara. Já, þannig kemur hún. Sæl Íris. Já, þú ert komin aftur. Já, ég var að segja þér þegar við fórum úr sambandi að þegar ég byrjaði að sem sagt, skrifa gegn þessu árið 2022, þá fékk maður ekkert, maður fékk engar greinar birtar hérna heima. Og ég var sett á svartan lista hjá til dæmis Vísi. Já, þekki það. Og já, en eins og ég segi, það er náttúrulega ekkert, í samanburði við það sem þú hefur lent í hérna heima og sem landi og þjóð til algjörar háborna skammar. Já, þetta er búið að vera skrítin ár, þessi síðustu ár. Ég náttúrulega búin að lifa og hrærast í þessu meira eða minna núna í að verða 10 ár. Jólin 2015 sá tímapunktur þar sem ég uppgötaði að núna væri ekki allt í feldu, En og síðan þá hefur þetta verið rosalega rússipanni. Ég búinn að taka til heimildir af ýmsu sem hefur gerst í samskipti við fjölmiðla og opinberar stofnanir sem ég langar að fara í gegnum með því í þessu streymi, þannig að bara ég ætla að vara áhorfendur við. Þetta gæti alveg orðið klukkutími, jafnvel 1,5 tími streymi. Ég var bara að hugsa þegar þú segir þetta, þú þarft að skrifa bók um þetta. Já, það ekki ósennilegt að það gæti orðið, Það kemur að því að fólk mun vita, það kemur að því að Íslendingar munu komast að því hvernig ráðmenn hafa hagað sér þetta. Og ég var að skoða þetta bréf frá landlækni sem þú sendir mér áðan og þeir eru að vitna í WPATH bara eins og bara páfan. Ég veit það. Við skulum geyma það. Ég nefnilega með bréfi hérna á skjánum og við ætlum að taka þetta eftir. En það nú þess vegna sem ég langaði að gera þetta streymi. Ég búinn að vera núna í nokkra daga í svona pælingum. Hvernig ná ég að koma þessu frá mér? Ætti að gera svona streymi og vera bara í mónológu eða á ég að reyna að fá eitthvað með mér og tala þetta vegna þess að 4 augu sjá betur en 2 og þá kannski getur þú fyllt inn í eyður sem ég kannski ekki alveg að sjá. En mér langar pínu lítið að byrja, fyrst þú nefndir WPATH og þetta á nú að fjalla aðalega WPATH lekan eða
eða skandalinn, þannig læknaskandal sem núna afhjúpast betur og betur og hefur verið að koma í ljós síðustu, já, ef að segja 5-6 ár. Það náttúrulega, núna þetta unga fólk að stíga fram sem bæði lemstrað á líkama og sál eftir þessar, já, hvað maður kalla, eftir þessar tilrauna skottulækningar. Já. En mér langar að byrja sko á WPATH sjálfu, sko transaktivistar segja alveg þannig að verða rauðir og bláir í framan að transfólk hefur alltaf verið til í gegnum mannkynssögun og annað, en við vitum það náttúrulega bæði að þetta náttúrulega rangt og bara sögufölsun. Transaktivistum finnst voðalega gaman að transa sem sagt, eða sitja dött eða látið fólk í transferði eins og til dæmis hefur verið gert við dragdrottningar og samkynhneigða karlar sem voru við Stonewall í New York fyrir rúmum 50 árum og alls konar fólk á 18. og 19. öld sem kannski ekki samsvaraði sko einhverjum staðalímyndum kyn þá að þetta fólk bara brennimerkt með translitunum sko langt út fyrir gröf og dauða. Fólk sem ekki getur svarað fyrir sig sjálfsögðu. Já, einmitt. En mér langar að byrja sko að útskýra hvernig svona nútíma eða hvernig þetta vestræna nútíma transkukl byrjar allt saman og þá þurfum við að fara aftur á 3. og 4. áratug síðustu aldar til Þýskalands. Og þar voru brjálaðir vitleysingar sem halda í mikið upp á þessi Hirschfeld og þetta lið sem voru að reyna að skipta kyn hjá Heinznum. Byrjaði þannig að vildu reyna að koma fyrir eistum hjá Heinznum og svo fór þetta út í að græða eistu á gagnkynhneigðum körlum í samkynhneigða karlmenn eins og mig og það náttúrulega drifið af homofóbíu þar sem markmiðið var að lækna karla af samkynhneigð. Var það ekki þýskur læknir sem að gerði aðgerð á hvað? Það var bíómynd gerð, það var mynd gerð. Jú, og svo að myndir, já, það voru að tala myndir The Danish Girl. Já. Já, einmitt. Við erum einmitt í þessu tímabili og sko fórnarlömbin við þessu kukli voru yfirleitt samkynhneigðir karlar sem vildu ekki sætta sig við sína samkynhneigð og voru náttúrulega að ferðast í gegnum mjög homofóbiskan heim. Og þannig að þegar þeim bauðst þessi lausn þá náttúrulega var hún mjög aðlaðandi. En hugmyndin hún byrjar sem þetta, svona eins konar bælinga meðferð við samkynhneigð, að lækna samkynhneigð. En svo náttúrulega vitum við öll hvað gerist í Þýskalandi á 4. og 5. áratug síðustu aldar og þetta náttúrulega fer allt í dvala því að yfirleitt á svona kukl best uppdráttar í velmegunar samfélögum og þess vegna sjáum við þetta ekki nema bara í velmegunar samfélögunum á Vesturlöndum. Þetta transfólk vil ekki vera einu til í hvorki Afríku eða í Mið-Asíu eða þess aftar sko. En þessi hugmynd hún berst svo til karla sem að díla við svokallað kvensjálfsímyndunarblæti eða autogynephilia eins og Ray Blanchard hefur talað það. Og á 7. og 7. áratugnum þá breiðist þessi hugmynd út til Bandaríkjanna og á þessum tíma þá var náttúrulega menningin að breytast og þannig svona sexual revelation, kynferðislegt frelsi, mannréttindi þegar kemur að þú veist
svart fólk var að fá mannréttindin sín og þú veist, og þá voru margar réttmætar borgaralegar hreyfingar mannréttindabaráttur að eiga sér stað og margir svona jákvæðir hlutir á Vesturlöndum að gerast og fólk að verða umburðarlyndara, frjálslyndara og kannski, já, ég vil ekki nota svona klísjur eins og núna að fagna fjölbreytileikanum, skilurðu. Og en eins og ég segi, þá byrjar þessi önnur bylgja af þessum transferli eða þessum tilrauna kukkstarfsemi og þeir sem taka við boltanum af þeim í Þýskalandi, það eru náttúrulega kanarnir Harry Benjamin, John Money, Robert Stoller og Richard Green. Og þeir náttúrulega eru bara brjálaðir, ég kan bara segja mad scientist, bara brjálaðir vísindamenn, fræðimenn, kalla á einu gæsalappa, náttúrulega bara kuklarar og náttúrulega mjög jaðarsettir á sínu sviði og þeir náttúrulega gera þetta bara gjörsamlega án nokkura sönnunargagna. En það hellingar af tilraunadýrum sem tilbúið að taka þátt, sem náttúrulega þessir gagginniðu karlar sem þrá ekkert nema að verða konur og fullnægja þörfum sínum sem konur og svo þessi ungu kvenlegu samkynhneigðu karlar sem voru að kljást bæði við innbyrðis homofóbíu og náttúrulega homofóbíu í samfélaginu. En sú sem gefur náttúrulega þessu hálfgert vægi, það lesbía sem hitti Harry Benjamin, hún hét Reed Eriksson. Hún fór í kynskipti og sagðist alltaf vera mjög ánægð með það sem var gert fyrir hana. Hún fór sem sagt í tvöfalt brjóstnám, tók testosterón og þess háttar. En hún var líka moldrík og átti alveg hellinga peningum og fjármagnaði þetta kukl hjá Harry Benjamin og félögum í fleiri ár. Og þetta hefði aldrei fengið neitt hljómgrunn eða haldið neitt áfram ef ekki hefði verið fyrir fjármunni þessara konu sem þykist vera eða þóttist vera karl. Því að úr þessu náttúrulega verður til samtök sem heitir HBIGDA, sem sagt Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association. Nei, og ég tel mér nú vera nokkuð svona vel lesna í þessu öll saman, en ég hef aldrei heyrt þessa konu. Hún heitir Reed Eriksson. Og var moldrík lesbía og hún, eða lesbía sem þóttist vera karl og hún fjármagnaði þetta í bara allt fram eftir göttunum en Harry Benjamin hann sem sagt stofnaði þessi samtök og þeir virtust reyna að vera að gera samtökin að svona eða svona fræðasamfélagi og díla við þetta á einhverjum vísindalegum grunni. Hins vegar þá fengu engir transaktivistar eða transfólk að vera meðlimir í þessum samtökum því að þeir reyndu að hafa það þannig að fræðimennirnir og vísindafólkið myndi fá að sinna fræðastörfunum án þess að það séu haft áhrif á þau utanfrá með þrýstihópum. En svo á 9. áratugnum þá verður transhreyfingin til fyrir alvöru vegna þess að það voru náttúrulega mjög fáir og jaðarsettir einstaklingar þangað til.
Og þetta voru aðalega menn með kvensásýmyndunarblæti og meðal annars til dæmis menn eins og Martín Rothblatt sem moldríkur milljónamæður og transhumanismi og annað. Britska fjölskyldan náttúrulega. Og þeir náttúrulega tróða sér í þetta og á 9. og 10. áratug síðustu aldar þá ná transaktivistar og aðgerðasinnar og fólk úr þessari svokallaðri hinsegin hreyfingu sem við þekkjum hann í dag að smeygja sér inn í Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association og í raun og veru taka þetta hálfpartinn yfir. Sko, þú hefur heyrt standard of care sem sagt viðmiðunar WPATH. Já. Sko, fyrsta standard of care sem kemur út á vegum Harry Benjamin samtakana og það árið 2001. Og viðmiðunarreglunar eru algjörlega á hugmyndafræðilegum grunni og fullt af ógagreindum tilraunum og upplýsingum og það engar heimildir fyrir neinu. Og þarna til dæmis fyrst mælt með kynþroskabælandi lyfjagjöf með vísan í, veistu hvað marga sjúklinga? Nei. Einn og hálfan. Einn. Þannig að í leiðbeiningunum árið 2001 þá sagt að þá mæla þau sem sagt með kynþroskabælandi lyfjagjöf til allra barna og ungmenna sem segjast vera trans út af því að það var einn einstaklingur sem þau gátu vísa í sem var ánægður með þetta. You can't make this. Málið það, maður bara setja á þessum upplýsingum svo lengi og maður bara reyna núna að búa til slóð með þessum upplýsingum þannig að fólk getur séð þetta bara svörtu og hvítu og ef fólk vill fá upplýsingar hvaðan ég hef mína heimildir hana þá það Guð velkomið og ég mun auðvitað koma með þær. En auðvitað maður ekkert undrandi á þessu. Bara síðustu standards og þá þeir að tala eunuchs. Við komum inn á það nefnilega eftir. Þetta nefnilega, saga þessara samtaka nefnilega alveg með ólíkindum og svo náttúrulega þegar við verðum búin að rekja núna söguna eftir smá stund þá náttúrulega bara ótrúlegt að meginstraumsfjölmiðlarnir hafi ekki bara hoppað á þetta og farið í að afhjúpa þetta. Þetta er svo stjarnfræðilega sturlað. Ég held að þeir sko tregðan hjá þeim til að gera það þetta minnir mig á hrunið. Þeir fóru aldrei það var aldrei neitt uppgjör, það var aldrei neitt svona fjölmiðla uppgjör við hrunið vegna þess að þá hefðu þeir þurft að viðurkenna að allt það sem þeir gerðu og nú allir fjölmiðlar og all þessar elítur í þjóðfélaginu að þurfa að segja og við höfum verið að styðja þetta og nú þurfa þeir að segja, nú eru þeir með egg út allt andlit og heldur þeir geri það? Nei. Einmitt. Þeir gera það ekki. Þeir munu láta þetta svona einhvern veginn, þú veist, ég veit bara ekki hvernig þeir ætla að skríða áfram út úr þessu. Nei, þetta er ótrúlegt. Þetta er alveg ótrúlegt. En ef við höldum aðeins áfram með standard of care. Nei, þetta er allt í góðu.
Mér langar nefnilega að klára þetta með standard of care vegna þess að mikilvægt að fólk sjáu sko fléttuna, svikafléttuna á bakvið þetta líka. Sko, standard of care 6, þá byrjaði ég að tala fyrir því að vilja lækka þröskuldinn og kröfurnar fyrir meðferðum, þannig að þú átt ekki að fara í geðmat eða neitt, þau vilja gjörsamlega taka alla varnaglana í burtu strax þarna, án þess að það sé hvorki fótur eða neitt fyrir neinu. Þannig að þetta fólk virðist hafa bara vilja kasta sjúklingaöryggi fyrir bí bara á augnabliki. En á þessum tíma aldamótin, við erum náttúrulega komin hérna í bara 2001, sagði ég, myndi við, já, hérna aldamótin, þá halda náttúrulega transaðgerðasinnarnir áfram að pota sér hérna inn í samtökin, og þá var ég að tala Harry Benjamin samtökin sem heita þarna ennþá, og samtökin bara verða algjörlega pólitísk og það ekki eins og jú, það kannski svona smá sprinkles af svona vísindatilraunum í gangi þarna. En svo árið 2006 þá breyta samtökin nafninu úr Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association í WPATH, World Professional Association for Transgender Health. Og þarna byrjar svikamyllan því að þetta ekkert smá flott nafn á aktivistasamtök og með svona nafni náðu samtökin að blekkja bara næstum því allt vestrænt læknasamfélag. Og við erum að tala heilbrigðisyfirvöld á Norðurlöndum, í Bandaríkjunum, í Kanada, í Evrópu, í Bretlandi, í Ástralíu, Nýja-Sjálandi, you name it. Með svona nafn þá bjuggu þeir til þennan jarðveg og þú voru aðtúa að þetta líka einu samtökin á þessum tíma sem eru eitthvað að stússast í þessu. Læknar vildi ekki snerta translækningar með priki, skilur vegna þess að þeim fannst þetta ekki standast neitt vísinda siðferði eða læknisfræði. Sko en það hlýtur að hafa verið eitthvað meira en nafnið. Því fyrr má nú vera, sko, það virðist enginn hafa skoðað neitt á baku það. Það gat hver sem orðið félagi í þessu samtökum. Ég veit. Hver sem bara einhver sem hafi, áhuga á eða, ég hef ekki eitthvað. Ég veit það. Og á Íslandi eru 4 meðlimir í þessu samtökum og þeir eru allir transaktivistar á einn eða annan hátt. Jú, sumir, það einn trans sem vinnur sem félags eitthvað fræðingur eða eitthvað hjá BUG eða hjá Landspítalanum, transteiminu og svo líka félagsráðgjafi hjá samtökunum 78 og bara hagsmunaárekstra, nei það þekkist ekki, þú veist, maður bara þetta er ótrúlegt, en það sama á sér stað einmitt inn í þessum WPATH samtökum, því að rannsóknir kuklið svo svona, hvernig maður að segja þetta, ég kalla þetta hugmynda eða vísinda þvottur, þetta er svona ideological idea laundering, skilurðu, þegar fólk í bergmálshallanum að klappa hvort öðru á bakið og gefa hugmyndunum vægi, þú veist, að láta þessu að séu ritrýndar en þau eru ritrýndar af öðrum aktivistum til, þú veist, þetta er svona eins og peningaþvottur, þetta er bara einhvern veginn fer á milli manna sem, þú veist, að reyna að búa til þetta narratív, skilurðu. Já. Og þetta gerist með 2006 og þá lesbía bresk sem heitir Stephen Whittle, hún heldur sem sagt að hún sé karl og
og hún prófessor og hérna hún tekur sem sagt W-path í þessa átt þar sem hún sko, og hún ekki eins og læknir. Stephen, ég veit ekki hvort þau hefur tekið eftir henni á X. Stephen Whittle svona gráhærð kona með skegg, svona stórt úfið skegg, grátt eins og ég. Og hún hvorki læknir né heilbrigðisstarfsmaður, hún hefur enga menntun þegar kemur af læknisfræði eða neitt viðkemur börnum að annað. Hún mannréttindalögmaður eða mannréttindalögfræðingur. Þannig að hún fer sem sagt fyrir félagi World Professional Association for Transgender Health. Þannig að það sjáu hvað sturla. Þetta eins og að hafa dýralæknir í heilbrigðisráðuneytinu eða hérna, já, hvað ég var að segja? Ég hugsa að það væri bara, þú veist, jafnvel stór bót, sko, á að hafa dýralækni í þessum samtökum. Já. Miðað við þá sem það núna, sko. Já, sko, ef það væru dýralæknar í þessum samtökum, þá eru þeir allavega með einhvers konar læknisfræðilega menntun. Einmitt, það segja. Ok, en já, Stephen Whittle, hún tekur sem sagt hérna, hún tekur þetta áfram og fer með samtökin í þessa átt og vinnur sem sagt að því að gera það að kynami eða gender dysphoria eða að þetta eigi að vera eðlilegur hlutur, þetta bara eðlileg mannleg reynsla sem sagt normal human experience, sko. Og vill sem sagt eða reynir að koma því í þannig farveg að gender dysphoria hljóti sömu örlög og homosexualismi eða samkynhneigð og það verði tekið sem sagt úr DSM-5 og fyrir þá sem vita ekki hvað DSM-5 þá það Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders sem gjörvallur vestræni heimurinn notar þegar kemur að sjúkdómum á geðheilbrigðissviði. En þau tóku þarna upp á því að fara að nota sömu aðferðafræðina og við sem börðist fyrir réttindum samkynhneigðra notuðum vegna þess að árið 1973 þá homosexualismi eða samkynhneigð tekin úr þessu greiningatóli DSM-5 yfir geðsjúkdóma. En það var tiltölulega auðvelt að færa rök fyrir af hverju homosexualismi eða samkynhneigð var tekin út úr greiningatólinu því að hommar þurfa ekki nein lyf til þess að vera hommar. Og það þarf ekki að breyta neinu lyfjum. Við þurfum ekki neitt, við erum bara svona og þannig það. En með þetta með transfólki þá var það svona þyrnir í augum fólks eins og Stephen Whittle og W-path á þessum tíma að það var ekki hægt að taka kynaman eða gender dysphoria út úr DSM-5 vegna þess að þetta fólk þarf læknisfræðilega meðhöndlun. Og ef það sem sagt ekki neitt í greiningatólinu eða í þessum greiningamanjúal, þá náttúrulega tekur hið opinbera ekki þátt í partíinu. Í kostnaðinum. Já, og þarna kemur fyrsta vandamál að þetta var fjárhagslegu hvati að halda þessu svona og fara í þessa vegferð. En þetta er svona bakgrunnurinn á W-path. En svo langar mér að svona útskýra líka, og þú hjálpar mér kannski með þetta, hvernig læknisfræðin féll fyrir transfuglinu eða þessum skottelækningum. Og eins og ég kom inn á áðan, það kannski fyrsta, það að átta sig á því að þá voru náttúrulega engin
önnur samtök sem voru að vinna í þessum málaflokki þú veist, í byrjun og sér það að við sem svo reynum að koma með gagnrýndar rannsóknir og sér bara eins og með Hillary Cass núna í Bretlandi og Rita Kertu Kaldiala í Finnlandi og professor Appleby í Bretlandi og það eru fleiri Stella O'Malley og Genspect og Society for Evidence-Based Gender Medicine. Ég meina, við erum bara öll brönduð sem einhverjir byggotar og vitleysingar. Þannig að það hefur bara verið ein hlið sem hefur fengið eitthvað rými í almannarýminu, í umræðinni. Já. En sko þetta, þú veist, en við erum að átta okkur samt á því og við verðum að fara að vera heiðarleg með það að þetta voru sárafá tilfelli þangað til svona 2010 og þetta voru svona jaðarsettir brjálaðir fræðimenn sem komu þess að framfæri. Þú veist, og það þannig sem þetta byrjar. Og sko læknarnir, þú veist, ég veit ekki hvort þú hafir áttaði á því, transteymið á Íslandi, sérstaklega transteymið barna, alltaf mannekla þarna og það vegna þess að fólk er teitivinda inn og út þarna, en þess að fólk vill ekki vinna við þetta. Þú veist. Það ekkert undarlegt. Ha? Það ekkert undarlegt. Nei, það ekkert undarlegt, því að ég meina, þetta hrós til íslenskra heilbrigðisstarfsmanna í raun að þeir virðast ekki doka við þarna lengi og fara. En þeir heilbrigðisstarfsmenn sem ég hef talað við á Íslandi, þeir eiga rosalega erfitt með að tjá sig þessa hluti opinberlega vegna þess að þeir eru bara hræddir að fá ekki vinna á öðru stað. Þetta náttúrulega allt ríkisbá. Þannig að þú veist dauðadæmdur eða þú ferði eitthvað gegn heilbrigðisyfirvöldunum, skilurðu. Eldur, þú veist nú örugglega, mér dettur í hug hneykslið sem að var vegna þess að ég fékk óvart tölvupóst frá yfirlæknunum á, þú manst eftir þessu, á blogg og ég bara veit eftir þetta bara í hug núna og ég veistu hvaða áhrif þetta hafði á hvað sagði hann aftur? Við erum í myrkri Við erum í myrkri aktivisma og fákunnáttu. Já. Já, ég man eftir þess að mér fannst þetta alveg stórkostlegt. Já. Og það tók hann ekki nema nokkra tíma að vera eins og lamin hundur eftir að transaðgerðasinnarnir og samtökin 78 létum finna fyrir brotnaði saman eins og alveg. Þetta ótrúlegt, sko. Þetta ótrúlegt og ég held að fólk gerir sig ekki grein fyrir hvað þetta ógeðslega bilað. En og bilað, veist og svo held ég líka sko ég var að lesa grein núna bara rétt að ég fór heim eftir Jamie Reed. Þú veist hvað það í lesbían úti í Bandaríkjunum sem hún góð vinkona mín, hún var einn af stoppfélögum í Gays Against Groomers og núna í LGBT Coalition. Já. Og já, ég hlakka mikið til að hitta hana, ég mun hitta hana í haust og hlakka mikið til. En sko, hún, þú veist, það bara hræðilegt að lesa bara reynslu hennar, sko, hún bara skrifa hvernig það að koma, að ferðast Bandaríkin og hún ber vitni í, fyrir í þingunum, sko, hjá löggjafanum og bara hvernig ástandið hvað það hræðilegt, hvað ofbeldið mikið og hún svo hrædd sko hún segir, sko það er ekki spurning hvort heldur hvenær
og henni finnst svo ótrúlegt hvað trans aðgerðasinnunum ofbeldið og lætin sem þeim er leyft að komast upp með að tróða sér inn í sali, þú veist, eins og Alþingis, the Capitol, og tróða sér á ganga og fyrir neyðarútganga og náttúrulega mæta, þú veist, klæddir eins og druslur og eru öskrandi og það virðast engar reglur gilda þetta fólk. Þau virðast komast upp með allt og svo náttúrulega vitum við að þeir sem hafa talað gegn þessu eins og Ben Shapiro, Matt Walsh, Megyn Kelly og náttúrulega yndislega vinkona okkar í Bretlandi, Kelly J. King og hugrekka og ofbeldið sem þetta fólk býr við bara, og hótanir ofbeldi hræðilegt og excellent og mér að því þú við erum að tala Dublin-Pass-skjölin en ég heyrði í tveimur viðtölum við Michael Shellenberger. Hann sagðist hafa unnið að skjölum og leyndamálum sem blaðamaður sem varða CIA og alls konar FBI, alls konar stofnanir og alls konar leynimakk og leynimál. Hann sagðist aldrei hafa þurft að gera jafn miklar ráðstafanir og í þessu tilviki með að þessu máli. Því að hann hafði aldrei fengið jafn alvarlegar hótanir. Nei, einmitt. Ég var að fá smá kvörtun að þetta aldrei ekko hjá okkur, þannig að ég er að reyna að finna headphone því ég hugsa að sé meira mín megin sem það getur verið og þráðlösu headphone mín eru náttúrulega eru Nú já, það alltaf svoleiðis. Ég reyni bara að lækka hljóðið á milli mín og þín. Nú veit ég akkur allir podcastarar eru með headphone. Vittu kannski er mér. Ég held þetta sé nú freka ég. Samt er ég með echo cancellation. Þannig nú það. Heyrðu, núna misti ég það úr mynd. Nú já. Er ég komin aftur? Já. Þetta nú ætla ég að reyna að vita hvort það. Úps. En sem sagt, já, mér fannst það mjög, ég hefði viljað heyra. Þetta svo próft saman. Það kom allt í einu að tölvan væri að vera batteríslaus og allt, en samt er ég með allt að líka. Nú já. Herðu, við skulum halda áfram. Já, við vorum að tala það að læknar vildu helst ekki láta bendlast við þetta og það á líka við heilbrigðisstarfsmenn. Langar svona aðeins að tekka og við höldum áfram hvort það sé eitthvað gerast í tjattunni hjá okkur ykkur staðar. Sjá. Allir múin að gefast upp á
tækni? Já, sko, ég að verða gamal, menn held ég bara fyrir aldur fram, sko. Ég er að verða alltaf sífellt tækni blindari. Þetta er alveg magna, sko. Ég er náttúrulega... Nei, þú ert ekkert að verða það. Við sjáum til. Málið það að þú veist, maður verður að byrja eitthvað staðar. Maður náttúrulega getur ekki alltaf verið fullkominn alveg frá byrjun. Og ég er svona pínu perfektionisti. Það er svona mitt problem, sko. Og já. En er þetta betra núna? Ég setti á mig Ég var að fá feedback að þú varst vandamáli. Eftir að þú settir headphone í þá er orðið betra. Já, ég er yfirleitt vandamáli, sko. You problem girl. Yep, yeah. It's me. Herðu, ok, ekkert mál. En sko, ef þeir sem eru að horfa, ef þeir eru með spurningar, þá endilega dömpið þeim á okkur í kommentum annarkvort á YouTube eða Facebook. Ég held að við séum live líka á YouTube. Ég bara er ekki með það á hreinu. Við eigum að vera allavega. Þannig að í beinni, jú. Nei, við erum ekki beinni á YouTube. Ég veit ekki akkur. Well, fuck it. Who cares? Oops, ég blótaði. Sorry. Hörðu, já. En sem sagt, það var Reed Eriksson, þessi ríka lesbía sem var svo ánægð með að láta skera af sig brjóstin og taka og vera stereotypisti. Hún var svakalega glöð með þetta allt saman og gaf strákunum, þessu brjálæðingum, alveg fullt af peningum til þess að halda áfram þessu kukli í Bandaríkjunum. Og svo eftir að WPATH er stofnað, þá verðum við að athuga að þá byrja innkirtlafræðasamfélagið eða Endocrine Society og AAP sem er American Academy of Pediatrics og APA sem er American Psychiatric Association. Þá fara þeir þá byrja meðlimir á WPATH að verða meðlimir af þessu samtökum og þeir sem eru svona transaðgerðarsinnar að pota líka. Og þá erum við komin inn í þennan hugmyndaþvott. Já, og AMA, American Medical Association. American Medical Association, AMA. Já, þetta eru þessi fjórir og WPATH, þetta eru svona aðal playerarnir í þessum skandal öllum. Meðlimirnir í WPATH eru svo einnig meðlimir í Endocrine Society, innkirtla fræðafélaginu, AAP, AMA og APA, sitt á hvað. En svo langar við að segja frá skemmtilegri fléttu, þetta er svo klikkað, Íris, að þú bara heyrir þetta. Og þetta er svo mikilvægt að fólk átti sig á. Innkirtlafræðasamtökin eða Endocrine Society, þau búa svo til viðmiðunarreglur fyrir transfólk árið 2009. Og veistu á hverju þau byggja þessar viðmiðunarreglur? Þau byggja þessar viðmiðunarreglur á WPATH Standard of Care Volume 6 frá 2001 sem hafði ekki basis í neinu vísindalegu ekkert sannreynt, ekkert, og þú veist, í viðmiðunarreglum þar sem þau mæltu með notkunum á kynþroskabælandi lyf til allra barna og ungmenna sem tjá kynama vegna þess að ein manneskja þeir gátu vísa í eina mannesku þar sem þetta hafi átt að gengið upp. En svo árið 2012
gefur WPATH út Standard of Care Volume 7 og til þess að gefa þeim viðmiðunarreglum vægi vísaði WPATH í viðmiðunarreglur Endocrine Society frá 2009. Já, wait for it. Ef ég væri með hár á hausnum, nú er ég með skegg, það kannski þess vegna sem ég er að djöflast með að fá þetta skegg, en þess að stundum verði ég bara að hafa eitthvað til að rífa í hárið á mér, sko. Hugsaðu að þetta skuli geta gerst á okkar tímum. Hvar eru fjölmiðlarnir og rannsóknarblaðamennirnir og hvar er fræðasamfélagið, skilur þetta? Þetta er bara eins og Carl Jung sagði, sko, fjöldasturlunum, hættulegra en nokkrar náttúruhamfarir. Einmitt. En sem sagt viðmiðunarreglur innkirtlasamtakanna sem WPATH notaði sem grunn fyrir Standard of Care Volume 7 er byggt á hugmyndafræðilegu sorpi Harry Benjamin frá árinu 2001 sem síðan var WPATH náttúrulega. Þannig að þú veist bara follow málið það, þetta lítur allt rosalega faglega og proper út á pappír, en sko, og með linkum í heimildir og annað hjá WPATH, en svo þú ferð og sannreinir heimildirnar, það svo þú áttaði á að þetta er bara bókus, þú veist, það er ekkert á bak við þetta. En þetta en svo frá árinu 2012 með nýju Standard of Care Volume 7 þá fara heilbrigðisyfirvöld og læknasamtök víða heim að nýta sér þessa hrákasmíð sem þekkingarfræðilegan grundvöll fyrir þessu kukli á Vesturlöndum og þá meðal annars á Íslandi. Og þú veist, og þarna, þú veist, og við vitum að transbarnið fæðist í samfélagsvitundinni á þessum árum, frá árinu 2010. Já, þú veist, þannig að transbarnið er ekki nema 15 ára gamalt, þú veist. Og þarna eru náttúrulega engar sannanir fyrir Standard of Care Volume 7 og það eru engar ritrýndar rannsóknir á bak við þetta. Það eru ennþá engar gagnreyndar meðferðir í málaflokknum, það er ekki til og það er búið að sannreyna þetta náttúrulega með kasskýrslunni og það sem Rita Kertu-Kaldial í Finnlandi og fleiri í Svíþjóð og Danmörku og meira þess að Hollendingar, þeir sem byrjuðu á þessu rugli með kynþroskabælandi lyf svona fyrir alvöru, með þess að þeir eru farnir að baktrakka í þessu, en Ísland bara dæla. Eldur er svo vondur, samtökin 22 eru hatursamtök og við erum bara vond og ljót og við, þú veist, það má ekki tala við okkur og þetta er orðið að eins konar þrjóskuepli að vegna þess að það er búið að segja þetta núna í nokkur ár, þá verðum við að halda þessu áfram vegna þess að hann má ekki hafa rétt fyrir sér. Það bara má ekki gerast. Eða þau. Það má ekki. En ég ætla samt að taka upp hanskan aðeins fyrir lækna og heilbrigðisstarfsmenn því að sko í læknisfræði og meðal lækna þá er eitthvað sem heitir sko að treysta þú veist, að treysta því sem aðrir hafa látið gera og gagnrýnt, svona chain of trust. Og læknar og læknanemar verða að geta reitt sig á þessa keðju að hún sé í lagi því að læknar og læknanemar
og fólk í heilbrigðisgeirunum, það hefur ekki tíma til þess að sannreyna allt sem sem lagt fyrir þau. Það er ekki hægt. En það eru læknasamtökin og þeir sem áttu náttúrulega að rekja heimildina sem brugðust. Þannig að þú sér það að WPATH náði að blekkja meðal annars landlækni á Íslandi og í Bandaríkjunum og Danmörku og Svíþjóð og Bretlandi og you name it. Þú veist, það var einhver sem gaf þessu vægi, þetta leit vel út á pappír og aktivistasamtökin voru náttúrulega að styðja þetta algjörlega í blindni, ekki í blindni, við vorum að styðja þetta og þrýsta á að þetta yrði gert svona og ekki hinsegin, sko. En enginn sannreyndi heimildirnar, ekki einasti maður. Það er alveg með ólíkindum. Nei, það er ótrúlega. En svo gerði AAP, sem sagt barnalækningasamtök Bandaríkjanna, American Academy of Pediatrics, viðmið fyrir transbörn árið 2018. Og ég kíkti að AAP, sem sagt American Academy of Pediatrics, barnalækningasamtök Bandaríkjanna, eru með 60.000 meðlimi. En það voru 11 einstaklingar sem komu að gerð þessara transbarna viðmiða fyrir læknasamtökin og allir þessi 11 eru transaðgerðarsinnar. Why am I not surprised? Nei. Og ef þetta sýnir ekki að þetta sé ekki drifið af vísindum eða læknisfræði, þetta er bara pólitík og þetta er aggressív pólitík sem er studd af hagsmunaaðilum eins og lyfjarisanum og þessum mannréttinda iðnaði öllum sem virðist bara hrærast í að viðhalda sinni eigin tilveru. Þú veist, það er verið að tala um þeir eru að tala um að you're denying my existence, bla bla bla. Þetta er auðvitað alveg satt hjá þeim, en málið er það að þessi félög eru að spá í sínu existence. Akkurat. Þeir eru að spá í sínum launum, þeir eru að spá í sínum frama. Og enda eru þessi samtök, þessi mannréttinda iðnaðar orðin eins og svona eiturlyfja kartel. Þú veist, þú ert alltaf með samtök á borð við 78 í miðjunni og svo ert alltaf með húmanista samtökin aldrei langt undan og svo ert með Barnaheil, Rauða krossin, UN Women, UNESCO, UNICEF og þú veist, og svo fer þetta fólk frá einu félagi yfir í annað, sko. Ég einmitt búin að vinna að mappa þetta líka, sko. Fræðslustýra samtakana 78 þegar var orðið heitt undir rassinum á henni, þá hætti, þú veist, þegar ég og Björg og fleiri byrjum að fara að skoða, byrjum að elta samtökin 78 á tímabil og fórum til dæmis í Gufunesbæ þar sem við vorum með foreldra kynningar og vorum að taka myndir af glærunum þeirra og þú veist, og byrjum að skrifa um þau og þetta. Þá var heitt undir raskatunni á henni og hvað gerðist? Hún varð framkvæmdastjóri Barnaheilla. Já, og svo náttúrulega þú segir þetta náttúrulega allt pólitískt og þessi samtök, hvað gerist þetta í fyrra? Við erum með hérna á Íslandi, ég veit ekki hvað mikið af alls konar mannréttinda bakteríum, þá eru stofnuð mannréttinda samtök Íslands. Þú veist, eitthvað annað batteri upp á 200 milljónir á ári. Þetta náttúrulega snýst við erum að skaðmennta fleiri tuga ef ekki hundruði kynjafræðinga á bara ári held ég á Íslandi. Jú, þetta fólk var náttúrulega að fá vinnu. Þetta verður þetta lið að gera, en eins og ég segi, ég er alveg með ágætist lausn að bæði innflytjendamálum og þessu, vegna þess að leið og landamærin verður komið svona ágætu standa á landamærin, þá geta náttúrulega þessa fínu mentafrúr í Vesturbænum sem eru kynjafræðingar farið að vinna við að skrúpa klósett og kannski farið að vera gæt í ferðaþjónustunni. Ég meina, ég er ekki að sjá hvaða annað gagn þetta fólk á að gera, sko. Nei. Þú verður bara að fyrirgefa.
Þetta náttúrulega tilgangur sko, stofnana eins og Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins sko, og allra þeirra kvangós náttúrulega að vera atvinnumiðlun fyrir fólk sem ekki hæft í vinnu neins staðar annars staðar. Fólk sem getur ekki skapað neitt, sem kann ekki skapa neitt eða búa til neitt. Þetta fólk kann ekki búa til neinn verðmæti. Nei. En einhvers staðar verður það að vinna. Einmitt, og ég held að sé bara tilvalið að setja, ég meina þetta náttúrulega, ef þú spáir í það, fólk sem menntaði þegar kemur að kynjafræði og þessi, þetta náttúrulega bara low skilled workers og það bara nýta þetta vinnuafl innanlands sem slíkt. En sko, það sem ég vildi líka bæta inn í þetta, að þú veist, þegar við tölum þetta í upphafi, þessar tilraunir, það snerist þetta að lækna fólk við samkynhneigð. Þannig að kvenlegir karlar áttu bara að verða konur, þannig að þá myndi þeir sleppa við að vera hommar í homofóbískum heimi. Og þetta viðhorf virðist bara hafa haldið sér í raun og veru í gegnum allt þetta, því að þú ert núna með foreldra, svokallara transbarna, sem vilja frekar eignast transdóttur heldur en samkynhneigðan son. Og þú ert fann að sjá þetta bara, þú veist, hjá háttsettum aðilum jafnvel innan kirkjunnar. Og þá getur maður að fara að skoða hvernig díla við samkynhneigða kalla í Íran sem fá að velja á milli snörunar eða að láta skera undan sér og gelda sig. Og mér sýnist bara nákvæmlega að vera að stefna nákvæmlega í sama og þetta er svona skemmtilegt. Þetta áhugaverð svona filosófisk pæling hvort að það sé eitthvað samhengi milli þess að fólk aðhyllist þetta kukl á börnum og vilja flytja inn til dæmis hugmyndafræði íslam því að oft helst þetta tvennt í hendur. Þú veist að fólk í þessum skoðanapakka á sama tíma og er með þetta kvöld á Palestín, bla bla. Þú veist að má alveg henda okkur hommonum af húsþökum, skilurðu, en svo hinsegin sem bara segja nei, þú skellir bara undan mér og málið dött og ég er bara happy og allt þetta. Það virðist við, ég veit það ekki, þetta er bara pælingar. Ég er ekki búinn að hugsa þetta út til enda. Nei. En þetta er augljóslega fjölda geðveiki því að þú sér bara stöðuna í dag. Hvernig er staðan í Bandaríkjunum? Drag Queen Story Hours, það byrja að innræta í leikskólum, það byrja að innræta í sko kennarar sem að fyrir kennarana eða kennaranemendur, þeim er innræta þetta, þú veist þetta er komið út allt embættismannakerfið út allt. Það hefur lagast alveg, þetta hefur sko orðið algjör bylting í þessum málum síðan að Trump tók við embætti. Já, það má alveg segja það að það hafi orðið mikil. Maður les bara í hverju einustu viku, þá eru fyrirskipanir frá hinu opinbera sko, svo bara núna síðast í dag frá Department of Homeland Security að öllum sem sagt handbókum, öllu hent út sem stendur með öllum gender ideology, öllu hent út bara, þú veist, the language, bara banna út með það og sem sagt og þessi regla frá náttúrulega 2024 sem að Biden stjórnin leyfði fólki að velja X í staðinn fyrir male eða female. Sem sagt það var svo búið að fella þá reglu gildi, það var bara gert í morgun. Og það stóð einmitt líka að sem sagt allar leiðbeiningar, allir bæklingar, allir litteratúr innan Homeland Security með þessu tungumáli bara út. Einmitt. Og það skiptir alveg gífurlega miklu máli að
að þrífa sko tungumálið, að skrúbba þetta tungumál þetta transtungumál úr málinu. Já, það sem leiðir mig líka að því að þetta sýnir líka sko hversu mikilvægt það hefur verið fyrir þessa hreyfingu að afbaka tungumálið, taka til dæmis orð úr sambandi eins og hvað kona búa til ný orðskrípi í rauninni, ég meina þú veist, til dæmis þetta með kvár og stálp, ég meina þetta náttúrulega ekki til, þetta ekki til, ég meina orðin víst orðin til en fyrirbærið kvár og stálp ekki til, það ekki kvár eða stálp, ekkert frekar en einhyrningar séu til, ég meina orðið það svo mikilvægt í svona litlu þjóðfélagi eins og Íslandi að taka ekki þátt í þessu og segja bara nei. Ég tók sérstaklega til í málinu í sjónvarpinu, sjónvarpsþættinum, þegar verið bara að kynna þig hvað heitir hann fréttamaðurinn þarna? Bergsteinn Sigurðsson. Já. Ertu að tala drive-by shooting tilraunina á Arnar Þór í kosningabaráttunni? Nei, ég var bara það mál þegar hann kynni og hann talar þig sko, hann segir að þú hafir kallað sko illum nöfnum við uppnefnt sko konu. Og svo ég tók svo eftir sko hvernig hann orðaði það bara eins og hann væri að tala raunveruleikann. En í raun hann var ekkert að tala raunveruleikann, hann að tala karlmann sem að þykjast vera kona og hann talar þetta allt saman eins og þetta sé bara raunveruleiki. Og þetta kannski raunveruleiki fyrir honum eða einhverju fólki niðri í RÚV, en þetta bara ekki raunveruleiki. Og þetta bara mjög umdeilt mál. Og RÚV á ekki að hafa sér svona. Nei, og RÚV var náttúrulega löngu búið að sína sóma sinn í að tala við til dæmis mig eða eiga samskipti við Samtökin 22. Við höfum ítrekað sent þeim leiðréttingar á bæði fréttum og reynt að nýta sko svararétt eða right to reply sem nú bara almennt siðferði í fjölmiðlun. Nei. Og aldrei nokkur tíman hefur RÚV séð sóma sinn í að sinna skyldu sínum gagnvart þessari umræðu því miður og það sem gerir til dæmis þetta, ég vil ekki tjá mig neitt sérstaklega mikið þetta mál vegna þess að það fyrir dómstólum as we speak sko að sko þetta leit út eins og þetta væri eitthvað pantað svona drive-by shooting vegna þess að hann þarna með Arnar Þór formann lýðræðisflokksins og fyrrverandi forseta frambjóðanda þarna og að lesa þetta af blaði þannig að þú veist að það hefur eitthvað skrifað þetta þú veist þú ert að segja þetta þú ert að skrifa þetta þú veist þetta var svo skriftið þú veist þetta er svo ég ríf þú veist ef þetta blað þú veist þá hann með blaði við borðið og að lesa af blaðinu þannig að greinilega einhver sem hefur rétt um það einhverju panta þetta og svo náttúrulega eins þú veist bauðið þeim að koma í Kastljós næsta dag og baðum leiðréttingu á sama vettvangi á sama tíma það var ekki orðið við því og ég meina þetta náttúrulega bara þetta jafnvel bara að varða við lög óeðlileg afskipti af kosningum í rauninni. Já. Þannig en þetta fær sinn rúnt í gegnum dómskerfið við sjáum bara hvað verður úr þessu en hvað sem líður þá held ég að við séum allavega að fara að sjá endan á þessum svokölluðu gender affirming care fyrir börn ég trúi ekki öðru en að
fari nú að vakna úr þessu sturlaða fjölda dauða dái og fjölda sturlur sem fólk hefur verið í. Sko, Maður skildi að ætla það. Já, maður vona það, en málið er það, í hvert einasta skipti, eða að þið virðist, að ef ég opna munninu eða næ eitthvað staðar, flugi eitthvað staðar, þá fer til dæmis biskup Íslands og Samtökin 78 og jafnvel forseti Íslands og annað fara bara á eitthvað mídía rúmt, sko, og þetta eina sem virðist koma að stað, sko, hvað Talandi og biskup Íslands, þetta náttúrulega bara aðgæta andskotans, ég segi bara ekki annað, sko. Hvað þetta fólk að hugsa? Sko, við erum aðtúa það. Sko, við erum ekki að fara að vinna þennan slag með staðreyndum og heimildum. Við værum löngu búin að vinna ef það væri vopnið sem nóg, vegna þess að sko, ég skal alveg viðurkenna það, ég að verða pínu ég veit ekki hvort að reiður sé rétta orði, en ég veit ekki hvort að ég get fyrirgefið mörgum sem eru ennþá með hausinn í sandinum, sko, eftir að allar þessar upplýsingar eru komnar fram. Nei. Alveg þrástaklast við að halda þessu til streitu. Nei, sko, hún minnist á biskupinn, ég get sagt þetta, við náttúrulega bæði ölumst upp í landi þar sem sko það sem þjóðkirkja, kristin þjóðkirkja, og ég hef aldrei litið á sjálfa mig sem neitt sérstaklega kristna manneskju. En ég get sagt þetta að þegar ég komst að hvað þessi hreyfing snýst, þessi fræði og hvað verið var að gera við börn, það var þá sem ég komst að þeim niðurstöðu að það virkilega sko andskotinni til og lifir góðu lífi. Það ekki spurning. Já, þú mátt færa það aðeins lengra inn á miðju myndarinnar, svona. Já, afsakið. Þetta út úr mynd. Já, nei, já, ég veit, já, það er eitthvað þarna bakvið sem... Og að forsetinn skuli ekki sjá sóma sinn í að halda sig frá þessu máli, að hún skuli ekki vita betur, þetta mjög umdeilt mál, það ekki eins og hún sé að tala fyrir lamaða og fatlaða eða eitthvað svoleiðis. Hún hefur enga skömm. Nei, ég hef orðið, sko, ég get alveg lýst því hér með yfir, sko, að ég hef orðið fyrir miklu vonbrigðum með nýja forsetann okkar, vegna þess að sko, forseti Íslands hefur, ég held að sig Guðni T.H. Jóhannesson sem tók þetta hlutverk að sig fyrst að vera verndari samtakanna 78 og Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, virðist hafa erft eða tekið við þeim hlutkesti í krafti embættisins. Já. En sko, ef forseti Íslands á að vera verndari samtakanna 78 og vera sameiningatákn, hvers vegna hefur þá til dæmis forseti Íslands í krafti embættisins, ekki bara sem forseti lýðveldisins, heldur sem verndari samtakanna 78, ekki leitast við að miðla sáttum til dæmis á milli mín, samtakanna 22 og samtakanna 78 og reyna að vera það þetta sameiningatákn. Það hefur ekkert slíkt verið reynt. Við höfum reynt ítrekað að eiga samskipti við samtökin 78. Við viljum ekki eiga einkasamskipti við þau, hins vegar. Ég hef alltaf sagt, mæti ykkur í umræðum, unedited, þú veist bara, í podcasti hvar sem með moderators, og ég meira svo sagt,
þeir megi koma 3 against 1 eða 5 á móti 2, skilurðu. Þú veist, við skulum alveg gefa ykkur, þú veist, það. Þú veist, en nei, það hefur aldrei gengið. Það gekk næst, og það hefur næstuði tekist í 3 gang. Og það þurfti umsátursfund. Ég fekk félagi Málfrelsi árið 2023 til að halda fund með samtökunni 78. Vegna þess að samtökunni 78 bara neituðu að eiga samskipti við okkur. Samtökin 78 náttúrulega ekkert að berjast lengur fyrir réttindum samkynhneigðra. Þau þetta fólk að berjast fyrir bara sérréttindum og forréttindum, þú veist. Þeir eru ekki eins og að spá í umbjóðendur sína vegna þess að þetta fólk sem er að reyna að nota samtökin sem eitthvað stökkbretti annarkvort í betra starf innan þessar mannréttinda iðnaðar, hvort þessi mannréttindastofnunin bla eða inn í stjórnmál eða þess að þú veist, þetta fólk ekki að berjast fyrir neinu og þetta fólk skar ekkert meira en gauðra eins og mig og samtökin eins og okkar vegna þess að við erum sem sagt, núna erum við sem sagt bakslagið, þannig að við erum í raun og veru peningamillan fyrir þau, því miður. Já, til að það berjast gegn vondu fólki eins og þér. Þannig að í raun og veru vegna þess að maður eins og ég að reyna að miðla upplýsingum til fólks, bæði innan Alþingis, innan sveitastjórnana, meðal kennarastéttarinnar og heilbrigðisstarfsmanna og fleiri, að þá ég náttúrulega í raun og veru bara vakna á þessa peningamillu fyrir þeir, þannig að sjá eitthvað hann vondur, sjá eitthvað bakslag, þú veist. Þannig að þetta svona tvíeggja sverð, því að ég gæti alveg sagt, ok, ég ætla bara að hætta þessu. Hættum þessu bara og þá bakslagið á Íslandi örugglega bara bakuburt. En þá finna þau bara einhverja aðra ástæðu. Það snýst bara að viðhalda bákni. Þú veist, þetta snýst ekkert fólkið og þú sér það samtökin 78, þetta raun og veru orðið svona eins konar barna- og unglingaheimili fyrir þroskaskert og börn með taugaþroskaskerðingar. Þú veist, þetta orðið svona eins konar þroskahjálp en ekki hagsmunafélag. Nei. En mér finnst bara mjög slæmt að forsetinn og forsetaembættið skuli ekki hafa vit glóru til þess að halda sig frá svona. Það bara virkilega skömm að því. Nei. En heyrðu, mér langar að halda aðeins áfram með Standard of Care og svo fara inn á hvernig viðbrögðin á Íslandi, bæði í stjórnkerfinu og fjölmiðlana hafa verið. Þannig að ég vil að núna á næstu 20 mínútunum þá ætlum við að sýna einmitt bréfið sem ég sendi þér frá landlækni og ég ætla að sýna ykkur líka nokkur tölvupósta samskipti sem ég hef haft við ritstjóra Vísis. Og Standard of Care Volume 8 tók fyrir eins og þú nefndir þarna í byrjun, eunuchs, geldingar. Og leið og þetta kom út og núna ég að reyna að finna það. Ég var búin að raða þessu svo fínt upp, Íris. Það alltaf svoleiðis. Þetta alltaf svoleiðis. Ég var búin að raða þessu svo pent og fínt upp. Má ég sjá. Þetta reyna að finna mínu snúrur hérna líka. Kannski þetta hérna bakvið. Jú, þetta hérna bakvið. Þetta allt til góðu. Herðu, já. Ég ætla að sjá hvort að ég get það. Við vorum hér. Þá ætla ég að prófa dálítið sem heitir
Við erum að læra þetta hérna í beinni útsendingu. Fráknarðarfni. Prófa hérna screen og þá var það tab og þá það nýjar select a tab to share. Sjá bitte. Þá skulum við sjá hvort þetta virki hjá mér. Hérna sjáum við. Nýjar leiðbeiningar translækningar barna vekja óhug. Þetta 7. október 2022. Og við skulum fara hérna niður. Það hérna, World Professional Association for Transgender Health, WPATH, vitnar í barnaníðinga vettvang og dregur úr aldurstakmörkunum fyrir kynþroskablokka og kynfæraskurðlækningar eða aðgerðir. World Professional Association for Transgender Health, WPATH, hefur gefið út endanlega útgáfa uppfærðum leiðbeiningum önnunarstaðla, Standard of Care 8. Á meðal ráðlegginga að lækka lágmarksaldur barna sem fá kynþroskabælandi lyf og kynhormón niður í 9 ára aldur. Einnig hefur verið slakað á aldurstakmörkunum vegna skurðaðgerða. Í breytingu frá fyrri ráðleggingum ekki mælt með sérstökum lágmarksaldri sem viðmiðunarmörkum. WPATH hafði áður gefið út sérstakar leiðbeiningar aldur. Mælt var með hormónameðferð frá 14 ára aldri og tvöföldu brjóstnámi fyrir 15 ára og eldri. Brjóstastækkun og andlitsfeminiseringar aðgerðir fyrir 16+ og 17+ fyrir skurðaðgerðir á æxlunarfærum eins og til dæmis legnámi. Og ég held þarna áfram bara hvet fólk til þess að lesa þetta. En svo kemur hérna Böllóttin reyra kynfæri á brjóst, The Eunuchs Archive. Staðreynd sem virðist víða hunsið af baráttusamtökum transfólks að viðmiðin endurspegla yfirlýstar óskir alræms vettvangsperverta höldnum geldingablæti. Meðlimir vettvangsins hafa verið staðnir að því að hafa unnið náið með WPATH í Redux rannsókn sem birt var fyrr á þessu ári og þetta skrifað 2022. Vettvangurinn hýsir meðal annars fantasíur kynferðisofbeldi gegn börnum. Það felur í sér að stöðva þroska barna með ósk barnaníðinga. Í áratugi hefur hópurinn þrýst á bandarísku geðlækningasamtökin að breyta greiningarhugtökum. Kannanir sem hafa verið gerðar innan vettvangsins geldingablæti hafa verið birtar af WPATH í fræðilegu tímariti og kynntar á opinberum ráðstefnum og áttunda útgáfa leiðbeiningana og viðmiðunarreglurnar voru búnar til í samstarfi við fræðimenn sem hafa verið leiðandi á vettvangi geldingablætis í yfir 20 ár. Og sérstaklega lögðu meðlimir vettvangsins fram skoðanir á nýjum kafla í leiðbeiningunum hugtakið geldingu sem kynvitund. Þannig að það á að kynna geldingana til leiks sem kynvitund og eins og þú veist þá eiga kynin náttúrulega núna að vera eitthvað 140.000 eða mörg og við erum öll. Þannig að þarna er verið að opna fyrir sem sagt á svo kallast nulló eða sem sagt algjört kynhlutleysi þar sem til dæmis karlmaður getur farið í geldingu, látið fjarlæga getnaðarlim og bara verið með þvagrásarop og sama með kona, láta fjarlæga sig brjóstin og loka leggöngum bara verið með þvagrásar. Og hérna Hvað er ekki þessu? Hvað er þessu?
Já, einmitt, og hvað að 13 ára krakkar taka þessa ákvörðun? Guð minn góður, megum þið ekki ráða þessu? Það eru breyttir tímar, Íris. Já, hvað? Svo vondur. Ég veit það, og svo var náttúrulega flett ofan þessi fræðimönnum með annarlega hvatir og í mæ 2022 þá spilast það út meðal kynjafræði efasemdamanna að 3 af höfuðpörum vettvangsins væru fræðimenn sem hefði verið í samstarfi við WPATH nýjustu SOC8 leiðbeiningarnar. Þar ber helst að nefna Dr. Thomas W. Johnson, professor emeritus við California State University í Chico í Kaliforníu. Johnson hefur verið leiðandi meðlimur UNOX Archive síðan 2001. Johnson notar nafnið Jesus á spjallborðinu, þar sem að birti reglulega efni og þar á meðal myndbönd af kynferðaskurð aðgerðum sem þátttakendur nota sem sjálfsfróunarefni. Johnson hefur einnig birt rannsóknir byggðar á könnunum sem hann hefur sjálfur gert með öðrum meðlimum skjalasafnsins. Og lögin kynrænt sjálfræði virðast alveg opna þennan forgarð til helvítis á Íslandi. Og fyrst að við erum komin í að tala standard of care volume 8 í þessu samhengi, þá langar mér að sýna ykkur fyrirspurn sem við lögðum til landlæknis. Má ég sjá, ég þarf vist að breyta hvernig ég gerir þetta. Má ég sjá, þá fer ég í share something else og það svar við fyrirspurn og hér, þá ætti það að koma. Þetta er fyrirspurn sem við sendum til landlæknis bara í júli, en við fáum svar 28. ágúst og stendur, maður sjá, þeir náttúrulega halda áfram að dæla þessum kynþroskabælandi lyfjum, þeir eru ekkert að gefa sig með það. En þeir segja svo samkvæmt upplýsingu frá Landspítala og samanber lög nr. 80 frá 2019 að teymi Landspítala setji sér verklagsreglur og takið eftir því að landlæknir segir ekki hvaða lög þessi nr. 80 2019 er, en þetta eru lögin kynrænt sjálfræði sem sagt. Starfa sérfræðingar þar í samræmi við nýjustu alþjóðlegu leiðbeiningar World Professional Association for Transgender Health WPATH, en nýlega voru leiðbeiningarnar uppfærðar í 8. sinn. Þessar leiðbeiningar mynda mikilvægan þekkingafræðilegan grundvöll við veitingu þessara heilbrigðisþjónustu. Nýjasta útgáfa leiðbeininganna fjallar með ítarlegum hætti umrædd lyf og þar á meðal ábendingar og frábendingar fyrir notkun þeirra. Þetta er alveg, þetta er svo húrrandi klikkað. Og skulum aðtöða það, í dag er landlæknir heilbrigðisráðherra. Þannig að þetta, já. Þetta er magnað og svo... Lengi getur vont versnað. Já, en svo er náttúrulega flett ofan af WPATH eins og ég sagði í byrjun streymisins fyrir 13 mánuðum síðan. Og þá sendum við og mér langar alltaf að segja frá aðdragandanum að því. Ég var sem sagt verkefnastjóri lekans á Íslandi og þú veist náttúrulega að það var heimsfrægi blaðamenn, rannsóknarblaðamenn á bak við verkefni eins og Schellenberger, þekktu fyrir Twitter files og fleira. Og svo var það Mia Hughes hjá Environmental Progress. Það var fólk á vegum Society for Evidence-Based Gender Medicine, það var Stella O'Malley og fleiri hjá Genspect. Það var fullt af fólki.
og það var fjallað þetta bæði í Times í Bretlandi, það var fjallað þetta á GB News í Bretlandi, það var fjallað þetta hérna, já, á sumum miðlum í Bandaríkjunum, en íslensku fjölmiðlarnir fengu allir fréttatilkynningu að mæta á fund, og já, ég var líka búinn að ganga frá að fá leigt húsnæði á Hannesarholti fyrir blaðamannafundin og Hannesarholtin og sjálfseignarstofnun, og þegar þegar þau föttuðu hver við værum þá sagðist þau hafa tvíbókað eins og gerðist með málþingið okkar í safninu. En það sem var svo sniðugt var að það var allt í einu sendur e-mail og sagt, já, heyrðu, við erum með tvíbókað þarna þriðjudag sem þú varst búin að bóka og við getum ekki hýst ykkur og við erum búin að gera náttúrulega samkomulag á annað. En málið er það að þetta var á miðvikudegi, þannig að ég hringi í það og segi, já, er þetta tvíbókað á þriðjudaginu, segirðu? Já, skiptir ekki máli. Já, og bara, já, það er tvíbókað hjá okkur á þriðjudaginum og svona. Ég segi, já, það breytir mig engu. Ég bókaði aldrei þriðjudaginn, við erum með bókað á miðvikudeginum. Þú veist. Það er tvíbókað fyrir sem þú ert á salin. Þannig að við enduðum með að þurfa að fara underground eina ferðina og ekki einu sinni geta treyst fjölmiðlum fyrir staðsetningu fundarins, skilurðu. Heldur gefa hann upp bara á síðustu klukkustundum með SMS-i eða eitthvað. En einu fjölmiðlunum sem létu sjá sig var Fréttin og Broadcast, Frosti Logason og Nútíminn. En RÚV hvergi sjáalegt, ekki einu sinni spurt, ekki einu sinni hringt, ekki einu sinni svaraskeyti, saman með Kolbeinn Tuma og þetta flotta lið á Vísi, Morgunblaðið lét ekki sjá sig, þó að ég er svona ánægður-ish með Moggan að samt þora að leggja í að birta greinar til dæmis eftir þig og mig og fleiri. En þetta voru sem sagt viðbrögðin, þetta var bara þakkað í hel, það var bara embargo á þetta og bara tekið sig saman að sniðganga þennan leka. En það voru náttúrulega erlendar umfjallunir þetta. Ég skrifaði til dæmis greinar í Fréttina. Þeir voru náttúrulega að segja einu sem birtu. Það var ekki sjans að fá neitt birt á Vísi sem ég get sýnt ykkur samskipti mín við Vísi hérna á eftir líka. Við buðum þingmönnum, engin svör. Jú, ég fekk svar frá þingflokksformanni Framsóknarflokksins, Ingibjörgu Isaksen. En hún komst því miður ekki, en það var eini þingmaðurinn sem svaraði. Og mér skildist á Sigmundi Davíð að hann hafi verið erlendis akkurat þennan dag. Heilbrigðisráðherra, þessi Willum Þór, aldrei svara neinu, þú veist, og ég veit ekki af hverju hann segist sakna heilbrigðisráðuneytis svona mikið, og segist að hafa verið önnum kafinn allan tíman við vinnu, ég get ekki séð það. Hann hefur allan ekki látið sig þennan skandal sem neitt varða, eða þau í Sjálfstæðisflokknum ef út í það farið. En það sem sagt Fréttin, Nútíminn og Broadcast sem hafa verið virkust í þessari umræðu. Og eins og við sjáum hérna á bréfinu, þá viðurkennir landlæknir skriflega til okkar í ágúst 2023, ekki? 2023, að Standard of Care frá skottulækningasamtökunum og aktivistasamtökunum WPATH mikilvægur þekkingarfræðilegur grundvöllur fyrir þessari styrluðu tilraunastarfsemi á íslenskum börnum. Já. En svo náttúrulega flett ofan á WPATH og ég hérna í viðtali á Frosta Logasyni í bæði Spjallinu og Harmageddon fer yfir þetta og það er svona, kemur smá hreyfing. Mogginn skrifar eina grein löngu seinna, sko.
þú veist, þegar allt þetta í raun að vera orðið kalt aftur, sko. Já. En ég skrifa sem sagt aftur til landlæknis og bið útskýringar á hvernig það standa því að eftir að hafa flett ofan af WPATH að þau séu notuð sem þekkingafræðilegur grundvöllur. Já. Og núna ætla ég að sýna ykkur annan post frá landlækni. Browser needs screen sharing permission. Heyrðu nú með. Af hverju get ég ekki gert þetta núna? Skulum sjá. Það stendur hérna sæll eldur, fyrirgefðu tafir á svörum og þetta er sem sagt 20. og 1. mars. Það sjá hvort ég get ekki pottað þessu leið. Á þessu ári. Já, so entire screen share. Ég trúi að þetta er á öðrum prófíl, byrju, kannski kemur það núna. Hvað þetta er pirrandi. Ok, ég get semst ekki screenshare þessu, en ég mun bara birta skjáskot af þessu þá í kommenti undir þessu. En það stendur hérna. Það er alveg magna hvað ég er að verða. Það stendur hérna að landlæknir hefur aldrei haft nein samskipti við umrædd samtök. Nú. En samt eigum við skriflegt bréf frá 28. ágúst 2023 að þetta myndar sem sagt mikilvægan þekkingafræðilegan grundvöll fyrir heilbrigðisþjónustuna og landlæknir heldur áfram og vísar að grundvöllur fyrir þessari heilbrigðisþjónustu sem sagt þessi eini þekkingafræðilegi grundvöllur sem er fyrir þessari heilbrigðisþjónustu eru lög 80 frá 2019 sem eru lögin kynrænt sjálfræði sem eru skrifuð af aktivistum samtakanna 78. Þannig að eini þekkingafræðilegi grundvöllurinn fyrir þessari tilraunastarfsemi og ógagnreyndum meðferðum á íslenskum börnum er með vísan í lög númer 80 frá 2019 sem eru lögin kynrænt sjálfræði. Finnst þér þetta ekki brjálæði? Ég kallaði alltaf lögin kynrænt brjálæði. Þessi lög eru brjálæði. Þannig að þekkingafræðilegi grundvöllurinn sem við erum búin að rekja núna í kvöld, hann er ekki fyrir hendi. Það er búið að fletta ofan af samtökunum.
það er búið að fletta ofan af W-Path, það er búið að fletta ofan af þessum nýðingum, það er búið að fletta ofan af þessum pervertum eins og John Money og Harry Benjamin og öllu þessu snarbrjáluðu vitleysingum. Og þegar það er gert, þá er sem sagt farið í þann gír að landlæknir eigi ekki hafi aldrei átt nein samskipti við umrætt samtök. Samt eru aktivistar innan Landspítalans og samtakana 78 sem fara á ráðstefnu W-Path árlega. Og má það nefna til dæmis Alexander Ekversson, það er kona sem telur sig vera karl sem vinnur hér á Landspítalanum. Já. Það ánægðan að leggja allt þetta niður, sko. 78, félagsráðgjafi hjá samtökunum 78 og líka starfsmaður Landspítalans og meðlimur á W-Path, það er enginn áleikstar. Nei. Þú veist, og hérna eru við og það er engi fjölmiðlar sem eru að spá nokkuð og á meðan þá eru dæmi þess að 11, 12, 13 ára stúlkur svona úr millistéttinni og efri lögum samfélagsins í Garðabæ og svona þá eru Transhausen by proxy mömmurnar að skreppa hérna inn í Glæsibæ inn í Lívíó og láta þessa óhörnuðu unglingsstúlkur fara í eggheimtu áður að sitja þar á kynþroskabælandi lyf. Og þeir sem veit hvernig eggheimta er þá stungið í gegnum leggangavegginn og inn í eggjaleiðar og eggjastokka og hver gerir þetta við 11, 12, 13 ára heilbrigðar stúlkur? Þetta er reynda gert við svona unga stúlkur ef þeir eru að díla við krabbamein sem börn, en þá eru þær í miklum sársauka fyrir, þannig að þú ert ekki að valda barninu meiri sársauka eða meiri þjáningu, en þarna erum við að tala um heilbrigðar stúlkur og þetta er verið að gera. Rétt, og áður en þeir skera í brjóstin líka, því það er náttúrulega tísku líka. Einmitt. Þetta eru svona punktarnir sem ég er búinn að vera að krassa niður undanfarna daga vegna þess að ég bara hugsaði með mér Eldur, þú verður að fara að koma þessu einhvern veginn út og ég er alltaf að plana að gera eitthvað þætti og gera hitt og þetta og ég er með svo stórar hugmyndir hvernig ég á að fá allt í framkvæmd en svo fer ég bara í eitthvað svona lás og ekkert gerist og þannig að ég hugsaði bara núna ger ég livestreami og þá er það bara til og þetta er náttúrulega líka á upptöku þannig að þetta er til og það er hægt að rekja þetta. Herði, já, mér langaði rosalega að sýna mér langaði líka að sýna samskiptin við Vísi. Get ég það ekki? Er það farið líka? Þú getur náttúrulega klippt þetta alla upptökuna og bætt því þá inn í. Já, einmitt. Ég held að það sé alveg. En við langaði að segja að sko, ég sá bara frétt í dag á nútímanum sem að ég bara, maður hefði ekki séð sko fyrir hálfu ári síðan. Það var Snorri Másson að mótmæla harðlega þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar að skylda að kynjafræði, þessi algjöra froðufræði væri skólaskylda. Þetta hefði maður aldrei heyrt fyrir ári. Ertu ekki sammála því? Jú, ég er búin að vera að vinna að heimildamynd núna síðustu mánuði og vikur sem ég var reyndar að fá bara staðfest í dag hvar hún verður sýnd í Reykjavík og hvenær. Ég ætla ekki að gefa það upp núna vegna þess að það verður allt krei leið og ég
með eitthvað viðburð en ég einmitt kem inn á þessa hugmyndafræðilegu innrætingu og þetta hugmyndafræðilega sorp og þetta samfélagssmit og mikilvægi þess að þessi kennarar fái við skulum ekki strauja yfir alla kennarastéttina með einum bursta en því miður innrætingin meðal kennarastéttarinnar alveg gífurleg og allavega þá lætur þessi stétt þeir þora ekki fyrir sitt litla líf að fara gegn þessu vegna þess að einelti á meðal kennara svo svakalega mikið. Þú veist, málið það allt samfélagið frá toppi til táar það ekki bara gegn sík. Já, það fársjúkt, algjörlega. Við erum í algjöru siðrofi, allstaðar. Og ef þú sérð líka, sko, og þetta kemur úr efstu lögum samfélagsins og funnilega sér niður. Þetta ekki jaðarsettur minnihlutahópur sem á svo svakalega bátt. Þú veist, og þetta ekki borgaraleg hreyfing, þetta ekki fólkið þarna niður, þetta ekki fátæka alþýðustelpan, skilurðu, sem að lenda í þessu. Þetta úr efri lögum samfélagsins, úr menntaelitinu og þetta funnilast þarna niður. Já, þetta allt artificial, þetta allt fake. Þetta bullshit. Þetta bullshit-fræði og þetta byggist á bullshiti og þetta byggist á pervertaskap og nýðingskap. Já, akkurat. Ég held við séum sko alveg örugglega í Bandaríkjunum erum við örugglega að horfa á endan á þessu. En eins og ég segi, ég hugsaði bara með mig þetta því ég sá þess að frétt Snorra að sko það von. Það von fyrir Ísland. Það hlýtur að fara að koma að því. Ég var ógeðslega reiður út í Snorra þegar hann var að vinna hjá Stöð 2. Vá, ég lét hann líka alveg heyra það í nokkra mánuði og eftir, sko. Ég var orðinn svona hálfgerður eldirhellir á hann tíma, sko, vegna þess að þú veist, hann tók hérna viðtal við Jordan Peterson þegar hann var í höfninni. Og Jordan Peterson, hann lét Snorra alveg heyra það, þú veist, og sýndi bara með sko raunchy reiðum tón vanþóknun sína á hvernig verið að koma fram við börn, skilurðu. Og Jordan Peterson segir að í þessu viðtali að það að gefa þeim irreversible puberty blockers, þú veist, ekki afturkræf, þú veist, óafturkræfar lyfjameðferðir og skera þeim brjóstin og afskræma þau. Og svo í lokin, þá segir Snorri að það sé komin löng reynsla á notkun kynþroska bælandi lyfja og afsaka, þú veist, og svo byrjar að draga úr vægi orða Peterson. Og núna datt hún út, en ég held bara áfram, hann dregur sem sagt úr vægi orða Dr. Peterson og ég varð að spyrja hann hvernig stæði á því, en hann hefur nú svona hintað að ritstjórnarstefnan hafi nú bara verið á þann veg að hann hafi bara verið að hlýða fyrirmælum yfirmanna sinna eða ritstjóra og meðan við bara framkoma hans á þinginu núna eftir hann náði kjöri í alþingiskosningunum í vetur þá segi ég bara vel að verki staðið Snorri og já, þetta fyllir mann von og ég myndi til dæmis líka bara hvetja Snorra og fleiri svona þenkjandi þingmenn þeir megi endilega fara að grípa í okkur og við verðum að fara að eiga alvöru samtöl. Börnin okkar eru hérna undir og framtíðin okkar undir. Þetta gríðarlega mikilvægt og það verður að fletta ofan þessu og eins og ég segi við erum siðmenntuð þjóð, við erum Íslendingar og við erum að beita börnum
grimmilegum, læknisfræðilegum tilraunum og ógagnreyndum meðferðum með engan þekkingafræðilegan grundvöll, en núna skýlir landlæknir og núverandi heilbrigðisráðherra sér á bak við það að lögin kynrænt sjálfræði númer 80 frá árið 2019 eru sem sagt grundvöllurinn fyrir starfseminni á barna- og unglingageðdeild Landspítalans og transteymi fullorðinna, og þetta gengur ekki upp. Þetta eru ekki vísindi, þetta er ekki heilbrigðisþjónusta. Þetta er allt annað, og ég ætla eiginlega bara að ljúka þessu streymi með þessum orðum. Þetta er eiginlega að verða dálítið langt hjá okkur. Við erum búin að vera að núna í nær 2 tíma. Íris, hún datt út hérna í blálokin, þannig að hún er ekki komin hérna inn ennþá, þannig að ég ætla bara að þakka Írisi Erlingsdóttur fjölmiðlafræðingi innilega fyrir komuna. Það er þægilegra að vera í samtali með annarri mannesku þegar maður er að fara þennan hring í staðan fyrir að vera í svona mónólógi. Ég ætla nú ekki að hafa þættina svona langa, en ég ætla samt að svona reyna að fara detta inn í svona livestreami í kannski hálftíma á dag, þá þetta leyti, 7:30, 8 leyti á kvöldi, og kannski taka eitt lítið topic fyrir og rambla það kannski í 20 mínútur, hálftíma, og það væri gaman að þið myndu taka þátt í því með mér með kommentum eða jafnvel koma inn eins og Íris. En núna ég orðin bæði þurr í vinnunum og þreyttur, og ég bara þakka kærlega fyrir áhorfið og verið góð við hvort annað og stay real, og þú veist, og förum að vera heiðarleg og förum að verða fullorðna fólkið og lærum að segja nei og verum og nei og sýnum fólki að við eigum mörk, við höfum siðferðisleg mörk líka, og þau skipta máli. Ég ætla að bjóða ykkur góða nótt og takk fyrir áhorfið. Verið þið sæl.